Þetta hafi gríðarlega súrt tap hérna í Árbænum, hvernig svona metur þetta beint þetta leik? Það er bara leikur sem hefði getað enda beggja vegna, þú veist, báðum megin og datt fyrir þá. Markmennir í stuði og mikið af færum og full opinn leikur fyrir mig. Þið lendið hérna 3-1 undir, það er heldur betur spenna en undir lokin. Hvernig svona fannst þér þetta af hliðinni? Það er bara allt og lengi að keyra upp ákæðin í leiknum. Þú veist, maður býðið þangað voru einhverja 7-8 mínútur eftir þangað til við förum að keyra upp alvöru ákæði í þetta og spyrja á alvöru spurninga þarna í varnarleiknum og ef við höfum spilað í 5 mínútur lengur þá held ég að við höfum farið hérna með eitthvað. Þegar spennan er í hámarki þá farið hérna gult spjald, geturðu sagt okkur hvað gerist það? Nei, þú veist, öllu gríni slepptu þá er það oft þannig að þessum sterkar ödda, ég hef verið oft á gult spjöld þrátt fyrir að það sé ekkert meira heldur en gengur á í hinu liðinu og það er bara partur af þessu. Vestri, mikið að glíma með meiðsli Eiður Aron og Fatay, veistu hvað er langt í þá? Nei, það er nú einhverja vikur í það báða en Morten hérna tilbaka í dag og þannig að það fyrir að byrta til í því hjá okkur og heimaleikur næst. Einmitt, það er heimaleikur næst, það hlýtur að vera kærkomið að loksins fá að spila fyrir vestan. Já, það er bara búið að vera mikil bið eftir því og loksins fá að spila okkar heimavelli og fáum að minnka þessi ferðalög. Þetta er búið að vera gríðarlega mikið álag á hópinn, bæði líkamlega og andlega. Tariq, hann er búinn að spila það síðustu leik í Hafsend, geturðu sagt okkur pælinguna bak það? Í okkar uppspili er náttúrulega Tariq frábær uppspilspunktur, hann er sterkur varnarlega og eins líður honum mjög vel á boltan við lið sem vilja pressa okkur og við getum komist í gegnum fyrstu pressuna hjá liðum með að nýta Tariq í það og bara gríðarlega góður leikmaður sem gæti spila nánast alla stöður á vellinum. Takk hérlega. Takk.